Flutning að austur til að spila og herra Kristján Eldjárn og kona hans eru heiðursgestir og margir aðrir nefndarmenn taka til máls. Þorleifur Pálsson, sýslumaður í Skaftafellssýslu, setur hátíðina og Magnús Torfi Ólafsson, samgönguráðherra, heldur ræðu þar sem hann segir meðal annars: Í dag hringnum lokað. Hringvegurinn sem tengir byggðirnar umhverfis Ísland í samfellda heild, svo þar hvergi leiðarendi lengur á akferum vegi. Síðasta haftinu sem hamlaði greiðri för með byggðum hringinn í kringum landið hefur verið rautt úr vegi og Ísland orðið annað land en það áður var. Betra land. Þetta eru stór tímamót og menn kunna alveg að orða það. Sigurður Jóhannsson vegamálastjóri fjallar framkvæmdina og Sigurbjörn Einarsson biskup blessar brúna með þessum orðum. Nú erum við hér, Skaftfellingar, Íslendingar, við Skeiðará og við erum kominir yfir. Við höfum lifað það að allar foráttur undan Vatnajökli hafa verið sigraðar. Það verður að segjast fólkið okkar sem gengið að það kunni að tala íslensku og það er alltaf gaman að vitna í svona fallega íslensku. Þar með hringvegurinn formlega opnaður og herra Kristján Eldjárn ekur fyrstur yfir brúna á forsetabifreiðinni og allir fylgja á eftir. Umferðin nýju brúna er eins og á Laugavegi á háannatíma og þar eru komnar bílar úr öllum landsfjórðungum enda fólk spennt að berja þessa brú augu og upplifa að geta ekið á milli austur og vestur Skaftafellssýslu. Síðar þennan dag halda austur og vestur Skaftfellingar mikla hátíð og það er slegið upp dansiballi. Það hefur verið dansað bara hér á sandinum. Erum við til í það? Kannski. Það hefur verið mikil upplifun að vera hér þennan dag fyrir rúmum 50 árum og ég veit að það eru einhverju hér í hópnum sem voru hér þá. Og kannski einhverju sem að dansuðu og geta kannski sagt okkur eftir hvernig það var. Var lótt? En brúin hefur á nefa breytt miklu fyrir íbúa í Skaftafellssýslu tveimur en ekki síður fyrir landsmenn alla sem sumarið 1974 keyrðu hringinn. Ég var 11 ára og við keyrðum svo sannarlega hringinn og það var keyrt dálítið greitt og það átti ekki að stoppa mikið því þurftum að ná hringnum í sumarfríinu. Það var bara þannig. Þetta var nú bara svoleiðis sumarið 74. Hjá okkur í Vegagerðinni voru þetta náttúrulega stór tímamót. Það er eins og búið að vera lýs í dag. Það var búið að vera mikil umræða í langan tíma og mér kom ekkert á óvart þegar Hallgrímur sagði að pabbi hans hefði verið búinn að undirbúa þetta í 10 ár. Ég er búinn að sjá mörg svoleiðis verkefni sem hafa verið í undirbúningi í 10 ár og jafnvel lengur og vel skal vanda sem lengi á að standa og það er í heiðri haft í Vegagerðinni enn þann dag í dag. Það var mikill stór hugur og það var mikill kjarkur í þessari framkvæmd. Og ég hef einhvern veginn á tilfinninguna því sem ég hlustaði í dag að það hefur verið einhugur á bak við þá sem voru að brasa í þessu. Og það er mikilvægt að finna stuðninginn frá umhverfinu, frá pólitíkinni og þjóðinni allri. En náttúran náttúrulega lét illa og lætur illa hér gjarnan. Og 96 kemur þetta gríðarlega hlaup, stærsta hlaup þeirrar aldar og það olli miklu tjóni og Guðmundur Valur fór vel yfir það hvað eiginlega lét undan af mannvirkjum í því hlaupi. Og brúin sem einmitt hafði verið hönnuð til að standast svona gaf eftir hluta, þannig að hún var rúmir 800 metrar eftir hlaupið. En það var einmitt meiningin að hún gæti sem sagt látið hluta frá sér en haldið megin funksjón sinni og hún hélt áfram að virka í 20 ára eftir það. En síðan gerist náttúrulega það að áin sveik brúarsmiðið. Mér fannst þetta algjör snill. Þetta var náttúrulega bara sveiki tryggðum. Það er náttúrulega að sjá brúna fara undan brúnni og hún breytti sér bara og fór annað. Og það er þá núna við 2017, það er ekki fyrir 2017 sem að Norsá er brúið hér og þetta mannvirki í rauninni verður svona, minnismerki hér á sandinu stór hug þeirra sem gengu undan okkur og tókust á við þetta og ég ætla að taka undir þau orð sem féllu hér áðan að látum þann stór hug verða okkur hvatning til frekari afreka á okkar tíð. En ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag.
Sigurjón ætlar að taka við, Andrésson, og segja okkur frá því hvað okkar býður hér á skemmtileghetum. Og ég segi bara gjörðu svo vel, Sigurjón. Í Hornafirði og ég vil bjóða ykkur kæru gestir sem komið víða af landinu velkomna. Hér eru fulltrúar Vegagerðarinnar, fulltrúar sveitarfélagsins, brúasmiðir og þeir sem tóku þátt í ævintýrinu og ýmsir öræfingar mættir og Hornfirðingar. Og hér eru líka tveir þingmenn, Orri, Páll og Andrés. Bara verið velkomin. Það er stór dagur hjá okkur í dag. Ég var 4 ára árið 1974 og eins og margar aðrar fjölskyldur þá fórum við hringinn í kringum landið og það byggðist upp spenningur þegar maður var að koma að þessari miklu brú. Og ég man ennþá mjög skýrt þegar við keyrðum við brúna. Ég taldi þá að þetta hlyti að vera allra stærsta mannvirki í heiminum. En núna stendur brúin hérna í raun og veru eins og minnisvarði þá tíma þar sem við vorum stórhuga. Og það átti sannarlega við hér í Hornafirði og á leiðinni hingað í Hofgarð áðan að þá var hann Gauti sem er forseti bæjarstjórnar með mér og hann sagði mér það að foreldrar sínir hefðu opnað hótelið á Höfn 10 árum áður en vegtengingi var komin. Þannig að það var trú á framtíðina þá. En þá var ekki sami fjöldi ferðafólks hérna eins og heimsækir okkur nú og þá voru enn 10 ári að veginum yrði lokað, að hringnum yrði lokað. Svo heyrði ég líka áðan að skuldabréfið sem var hérna gefið út fyrir brúasmíðinni hafi verið einhverja tæpar 800 milljónir og ef maður uppreikna það þá eru það rúmir 7 milljarðar og þá sjáum við það að 4 tvíbreiðar brýr yfir Hornafjarðarfljótið eru bara kjarakaup og hafðu það, Jón Gunnarsson. En þrátt fyrir að það séu 50 ár frá því að þessi aflagða brú var byggð ennþá ýmislegt sem betur má fara og í raun og veru finnst mér alveg trillt að fyrir 50 árum hafi menn hugsað fyrir veglínu hérna suður fyrir Svínafell og inn að Farholtsmýri og hún er á samgönguáætlun árið 2029. En umferðin til okkar, hún hefur aukist mikið og jökullinn og okkar einstaka náttúra hefur mikið aðdráttarafl. Og ég er ekki viss að margir gerir sér grein fyrir því að fleiri daga ársins er umferðin hingað Sandfell meiri heldur en Öxnadal til Akureyrar. Og á hverri einustu nóttu sofa fleiri ferðamenn á hótelum og gistiheimilum hérna í Hornafirði heldur en allir íbúar sveitarfélagsins. Og þá er ótalið sá fjöldi sem fer í gegn, kemur fram og tilbaka eða sefur á eigin vegum á tjaldsvæðum eða í ferðavögnum. Á Hringvegi 1 á Suðurlandi eru í dag 15 einbreiðar brýr og þar af eru 13 hér í Hornafirði. Og þegar maður hugsar þetta og veltir fyrir sér umferðinni þá á ég mjög erfitt með að sjá að Akureyringar myndu sætta sig við 13 einbreiðar brýr á leiðinni til sín á þjóðvegi 1. En ég vil samt sem áður, þrátt fyrir að ég sé að brýna þetta, að þá vil ég segja að samstarf okkar við Vegagerðina er virkilega gott. Við eigum í miklu samstarfi og samtali og ég vil þakka starfsfólki Vegagerðarinnar fyrir ákaflega uppbyggileg og jákvæð samskipti við okkur hjá sveitarfélaginu. Þau eru alveg til fyrirmyndar. Og Vegagerðin er að vinna eins vel og hún getur úr því fjármagni sem til staðar er. En mín skoðun er samt svo að stjórnvöld verði að stórauka framlög til vegamála. Og það er alveg hægt. Og í raun og veru þyrftum við að fara að vinna samgöngusáttmála fyrir landsbyggðina í vegamálum. En þá þurfum við að velta því fyrir okkur. Þetta er allt saman mannanna verk. Og fjármagn til vegagerðar og vegbóta er líka mannanna verk. En mögulega þurfum við þá að hætta að gera eitthvað sem er gaman að gera og fara að gera það sem verður að gera. Ég vil enda þessa tölu hérna á að þakka öllum þeim sem hafa unnið að undirbúningi þessara hátíðar fyrir sitt góða starf og núna verða flutt 2 stutt erindi. Síðan ætlar lúðrasveitin okkar, Jói Mór og Kó, að flytja 2 lög
Svo göngum við saman, fylgdu liði, hérna norður fyrir brúastólpa hérna vestast, upp á brú og að hérna fyrstu víkuninni, en við stöldrum ekkert við þar. Það er lágt handriðið og við tökum enga sénsa. Og við komum svo aftur niður og þá verður örstur dagskrá og svo fáum okkur veitingar. En núna vil ég bjóða henni Pálínu Þorsteinsdóttur frá Svínafelli að koma og segja nokkur orð. Takk fyrir. Ágæta samkoma. Ég þarf að segja frá bara dálítið lífinu eins og það var þegar að þessar framkvæmdir voru í gangi. Hér stöndum við hjá minnisvarða aðstæður á fyrri tíð. Ég fæddist og ólst upp í Svínafelli og ef það væri ekki þessi plámi þá sá ég bæina hérna uppi hlíðina undir Svínafjalli. Ég var komið fasta fermingu þegar ég komst í fyrsta skipti út fyrir Skeiðará. Það var skólaferðalag út í Vestursýslu, lítið í vötnum vorið og fært fyrir landróvera. Við sáum mikið í ferðinni, sveitirnar vestra, áður ímynduð byggðarlög, hafðum þó lært nöfnin. Það er ljós á sandinum, hvað stundum við? Einn og einn bíll kom yfir af og til og fréttist yfirleitt hljótt í sveitasímanum hver var á ferð, kannski Heiðar og Gísli með flutning. Við getum rétt ímyndað okkur hvort ekki hafi verið framkvæmda hugur í Öræfingum þegar brýr fóru að koma í röðum yfir árnar í sveitinni. Fólkið sem þá var á blómaskeiði upplifðu tímana tvenna varðandi samgöngur. Það var ekki alltaf hægt að fara ríðandi yfir stærstu árnar þegar mikið var í. Langt skeið sáu fylgdarmenn jökulveg yfir sporða Breiðamerkurjökuls og Skeiðarárjökuls eða í 60 til 70 ár frá því 1870 og framundir 1930. En upp úr því fóru að koma möguleikar að ferja yfir Jökulsárlón sem að myndaðist þegar jökullinn tók að hopa. Og svipað leyti voru stórir trukkar komnir til sögunnar sem réðu við vötnin á Skeiðarársandi nema þegar sumarvatn var of mikið. Þannig voru samgöngurnar landleiðina þegar ég man fyrst eftir. Ferjaði við Jökulsá og stopular bílferðir yfir Skeiðarársand en þá var búið að brúa 4 erfiðustu árnar í gegnum sveitina. Og þarna var komið áætlunarflug á Fagurhólsmýri svo að þetta hafði nú lagast mikið. En bílaöldin var hafin, bílum fjölgaði smám saman og hestareiðirnar voru ekki allsstaðar hentugar fyrir þá. Það urðu því stórstígar framfæri hér í sveitinni árið 1965 þegar brúarvinnuflokkur Jónasar Gíslasonar hafði tjaldbúðir og skúra á austurbakka Svínafells ár og verkefnið var að brúa flestar árnar sem eftir voru milli bæjanna og gátu talist far af tálmar. Þá var ég 10 ára og man svona dálítið eftir þessu viðburðaríka ári. Það var mikil bylting fyrir sveitungana að fá þessar viðbótarbrýr á einu sumri og komast þar með óhindrað milli allra bæja sveitarinnar. Í mínum huga og mínum litla heimi þá var þetta sumar eitt stærsta skrefið í samgöngum fyrir lífið í sveitinni. Mér finnst það eiginlega enn. Allt félagslíf var auðveldara, samvinna og samband milli heimila og ekki má gleyma því hvaða áhrif þetta hafði á skólastarfið. Því að nú gátu flest börnin notið heimanaksturs í stað þess að áður voru þau flest vistuð á heimilum nálægt skólanum ásamt kennaranum. Þessar brúarframkvæmdir tengdust nokkuð mínu heimili því að faðir minn var vegaverkstjóri sveitarinnar og auðvitað kölluðu nýjar brýr á nýja vegi eða að minnsta kosti lagfærða. Vegna þessara tengsla var oft gestkvæmt á heimili okkar þar sem margir áttu erindi við pabba á þessum framkvæmda tíma en ég man mest eftir þessum brúarflokk við Svínafellsá vegna nálægðar.
Þetta vor 1965 komu flokkar að sunnan á meðan lítið var í vötnum vegna efnisflutninga og undirbúningsframkvæmdanna og þurftu þá oft einhverja þjónustu með fæði og jafnvel gistingu þar til búið var að koma upp tjöldum og aðstöðum. Gjarnan var leitað til foreldra minna með þetta vegna þeirra starfa sem pabbi gegndi, en stundum var stórum hópum skipt á Svínafellsbæina. Alltaf þótti sjálfsagt að greiða fyrir öllu því sem hægt var, enda var þessum verkefnum fagnað og við sjáum það núna að þessir gestir voru hingað komnir, má segja, til að færa okkur framtíðina. En vissulega var mikið uppvask suma daga og nafnalista má lesa í gestabókum. Það var eldhús annríki, fátt kom úr búð, stórir pottar, brauðin bökuð heima, flatkökur og kaffi meðlæti. Kaffið kom ekki tilbúið, brennt og malað heldur kaffibeinirnar sem voru brenda í bakarofninum og síðan malaðar. Unnið mjólkinni, skyr og smjör og allir bjuggu að sínum. Áreiðanlega eldhúsannríki líka við Svínafellsá. Þorgerður og Guðríður, kjarnakonur þar, ásamt aðstoðarfólki og þeim fylgdu börn sem stundum komu heim á bæinn. Minnisstæður mjólkurpósturinn þeirra. Kom gangandi með mjólkurbrúsa í hjólburum heim á bæina eftir morgunmjaltir, fékk hann fylltan og ók þannig mjólkinni tilbaka. Ég á minningu vörubíl að koma á 17. júní útisamkomu með fulllestaðan pallinn af spariklæddum mönnum úr brúarflokknum, hvítar skyrtur og svokölluð lakkrísbindi. Örugglega ekki minna spretthærðir en heimamenn í boðhlaupi á stígvélaskóm sem svo voru kallaðir, auðvitað allir á spariskónum. Þeir hafa látið muna sig í fleiri keppnisgreinum og svo hefur verið dansað á danspalli kvöldið við harmoníkuleik og alveg áreiðanlega hefur verið hér danspallur við vígsluna. Eftir 1965 var mikið að vera öll sumur við uppbyggingu vega og brúa. Jökulsá var næst í röðinni og svo smærri ár í austurenda sveitarinnar. Skeiðarársandur var þá í augsýn en það þurfti nú undirbúning. Á þeim tíma var Helgi Hallgrímsson, verkfræðingur, tíður gestur hjá okkur hann vann að hönnun Skeiðarárbrúar. Ævinlega auðfúsi gestur, yfirlætislaus og bar það ekki með sér hver hlutverk hans var stórt við gerð þessara risa mannvirkja. Það voru talsverð umsvif á heimilinu á þessum árum. Pabbi var á kafi í sínum verkefnum, oft út á akrinum, en væri hann heima, þá var það skýrslusjórinn sem hann nefndi einhvern tíma svo. Jón bróðir mömmu var með vatnadrekann sem fenginn var til aðstoðar við Skeiðará tíma. Hann var líka veghefilsstjóri þangað til Jói bróðir tók við því, en Jón keypti og rak vörubíl. Það snerist mikið þessi störf hjá fjölskyldunni. En það var líka margt gert sér til gamans og haldið upp á marga áfanga. En við krakkarnir gátum líka fundið upp á ýmsu og hér lítil saga úr hversdagslífinu hjá okkur. Eitt sinn voru 3 mælingamenn, Ragnar, Loftur og Jón, vistaðir hjá okkur nokkurt tímabil að sumri til, líklega vegna mælinga í tengslum við fyrirhugaða Skeiðarárbrú. Þeir fengu víst morgunmat og kvöldmat og svo nesti til vinnudagsins. Við systkinin farin að stálpast og tókum oft að okkur mjaltir. Það voru 3 fjörugir kálfar á heimatúnum. Fengum mjólkurskammt á kvöldin úti á hlaði. Svo þurfti nú að skýra kálfana. Stuttur fundur, afgreitt í hvelli. Auðvitað skýrði Ragnar, Loftur og Jón. Og ævinlega nefndir þannig saman þó að þeir ættu ekkert annað sameiginlegt við bakkabræður Gísla, Eirík og Helga, enda okkar menn hámenntaðir. Kálfarnir gengu kallinu kus að kus og þegar þeir heyrðu kallið komu þeir í loftköstum í sopann sinn þó þeir væru langt út á túni. Á sama tíma settust hinir, Ragnar, Loftur og Jón, kurteislega að borði hjá móður minni
enda fyrirmyndar piltar en líklega fréttu þeir aldrei þennan heiður þeim til handa varðandi nafngiftina við fjósið. Ég fann ekki í fljótu bragði nafn þeirra í gestabókinni enda voru þeir bara sem heimilismenn. Og við systkinin minntumst þessara þremenninga ævinlega með ánægju. Að lokum ætla ég að taka það fram að þó að þessi samfelldi framkvæmdatími í það bil áratug hafi á köflum verið dálítið strembinn í okkar fjölskyldu, þá urðu þarna vinakynni sem gott að minnast og lengi héldust jólakortasambönd. Og það var rífandi atvinna fyrir þá sem vildu og gátu losað sig frá búverkum í sveitinni. Það bjart yfir minningunum þessa tíma og fólkið sem hér kom í sögu. Án þeirra verka gætum við ekki búið hér. Margir farnir á vit feðra sinna, en til ykkar sem lagðuð hönd á plóg og eruð hér meðal okkar í dag, takk fyrir gömlu dagana hjá okkur og ykkar framlag. Já, herra samkoma, Gunnþóra heiti ég og ég átti lögheimili í Austurhjáleigunni á Hnappavöllum fyrstu 30 árin mín og upplifði þessar framfarir í vegamálum sem að hér hefur verið lýst. Ég er hérna með bók sem heitir Undir Breiðansfjöllum og geymir ljóð og lausavísur Þorsteins Jóhannssonar, vegaverkstjóra og kennara í Svínafelli. Og ég ætla að fara hérna með vísur sem að hann skrifaði á sínum tíma í gestabók Sæluhússins hér á Skeiðarársandi. Þá vann hann að lagfæringu vega ásamt nokkrum sveitungum sínum og hvatti Sæluhúsið með vísum eins og honum var tamt. Þetta var vorið 1955 og ég ætla nú að reyna að finna þetta í bókinni, annars held ég kunni þetta. Sigurðan, þú heldur á mikrofónum. Takk að þér fyrir. Ég var nú vitlaus að vera ekki. Heyrðu, ég bara hérna þetta. Þú varst þetta? Já. Þetta er eitthvað svona. Hér búum við saman 6 í kofa. Á sandinum gerum vegabót. Þó að við förum seint að sofa, samt risnir árla á fót. Á hesthúsgólfinu hvíldin góð, þótt hvorki búum við sæng né fljóð. Við höfum á borðum holla fæðu, hangikjöt, brauð og egg og smjör. Málefni berum mörg í ræðu, má hér því kallast líf og fjör. Svo hitum við stundum hafragraut, en helvít það nú mikið staut. Við höfum bætt úr bráðum eini, brotið öldur og jafnað braut. Sigurgeir, Helgi, Siggi og Steini, samhentir vel í hverri þraut. Þar með Jón og Jakob tel, jarðýtu, bíl og dráttarvél. Nú kveðjum við þetta kæra bíli, klökkir í lund með daprar brár. Það veitt hefur okkur hvíld og skýli og heimilisfrið í nætur 3. Ekkert má fremur yndi ljá en útlegð á sumri vinum hjá. Þó nú hýrlegt heim að renna á hjóla þáki yfir auðn og fljót, þangað sem faðmar fjalla og kvenna fagnandi breiðast okkur mót. Öræfa tignin hrein og há, heillandi svip og töfra á. Þetta verður bara að vera svona.